Komið í sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 21. apríl, er 3. sunnudagur eftir páska. Þema dagsins er vegurinn til lífsins. Í lektíunni úr Sakaría fáum við heilræði frá Drottni. Að segja satt og vera sanngjörn. Í pistlunni segir Páll að búi andi Guðs í okkur verðum við reist upp til eilífs lífs. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá segir Jesús að hann sé hinn sanni vínviður. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 15. kafla og hljóðar svo. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ekki ber ávöxt sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þið eru þegar hrein vegna orðsins sem ég hef talað til ykkar, verið í mér og þá verð ég í ykkur. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum. Eins getið þið ekki borið ávöxt nema þið séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þið eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, og án mín getið þið alls ekkert gert. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þið eruð í mér og orð mín eru í ykkur, þá biðjið hvað sem þið viljið og ykkur mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þið berið mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þemað í dag er vegurinn til lífsins, og vegurinn til lífsins er alltaf í gegnum náið samfélag við Guð. En hvað er náið samfélag? Í Jesaja lýsir Guð þjóð sinni við víngarð sem hann plantaði sjálfur á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðinn, tíndi grjótið úr honum og gróðursetti gæða vínvið. Hann reisti turn í honum miðjum og bjóð þar til þró til víngerðar. Jarðvegurinn var frjósamur og Guð sem eigandi að þessum víngarði hefur án efa vökvað og lagt rækt við vínviðinn því að hann vonaðist eftir að uppskeran yrði góð, en svo var ekki raunin. Garðurinn bar mauðlinga, það er óþroskuð ber og óhæf til víngerðar. Guð hafði valið besta staðinn fyrir þjóð sína, fjarlægt hindranir, það er grjótið og jarðveginum, og lagt grunn að velgengni þeirra, og hann vænti þess að ávextir garðsins yrðu hlýðni, þakklæti, kærleikur, tilbeiðsla og þjónusta við hann. En uppskeran varð óhlýðni og skurðgoða dýrkun. Guð segir að hann hafi ekki getað gert meira fyrir víngarðinn. Hvers vegna bar hann þá aðeins mauðlinga? Jú, garðurinn bar þess merki að hafa ekki notað áburðinn, þar að segja boðskapinn, sem Guð gaf þeim. Heldur fór fólkið sínar eigin leiðir. Já, Guð vill náið samfélag og hugtaki ber með sér að sambandi þarf að vera í báðar áttir. Guð lýsti þjóðinni sem sínum börnum. Þess vegna var umhyggjan fyrir undirbúning garðsins öll frá honum komin. En í uppvexti og þroska læra börn að treysta foreldrinu og elska það tilbaka, rækta sambandið og þakka umhyggjuna.
en garðurinn bar muðlinga, því fólkið kærði sig ekki leiðsögn Guðs. Það Guði var hafnað. Þess vegna ákvað Guð að hætta að vernda þjóðina. Hann lýsti því þannig að það jafnaðist á við að rífa niður limgerðið sem varði garðinn, brjóta niður múrvegginn og hætta að sniðla greinarnar. Það leyfa vínviðnum að vaxa án sinnar umhyggju, sem gæfi þá illgresi færi á að vaxa innanum. Garðurinn myndi fara í órækt og í ofanálag myndi hann þurfa að þola þurrk. Það myndi síðan hafa þau áhrif að á meðan varnir garðsins lægju niðri myndi garðurinn þola innrás óværu og óvargadýra og allt þeirra yrði traðkað niður. Og Guð endar lýsinguna á garðinum með því að upplýsa hvað þessi táknmynd þýðir. Þessi víngarður Ísraels hús, sagði Guð. Já, það fer ekki á milli mála að Guð var að lýsa sinni útvöldu þjóð. Í öruggu skjóli innan veggja garðsins varð þjóðin kærulaus eigin sáluhjálp og vanrækti sambandið við Guð. Hugsa ekki margir, ég trúi á Guð, þarf eitthvað meira. Og heyrum við ekki alltaf að Guð sé góður, að hann láti rigna yfir réttláta sem rangláta? Jú, víst Guð góður, hann svo góður að hann virðir vilja hvers manns og lætur fólk í friði ef það vill vera án hans. Jesús notaði oftar en einu sinni myndlíkingu við víngarð. Hann sagði söguna víngarðseigandann sem greiddi verkamönnunum sínum sömu laun óháð vinnutíma. Sú saga leggur áherslu á ábyrgð hvers og eins að rækta sambandi við Guð, en einnig að það sé aldrei of seint að taka við honum. Launin eru þau sömu hvort sem sambandi við Guð hefur verið ævilangt eða nýlega tekið upp. Aldur og fyrri störf skipta ekki máli. Jesús sagði einnig dæmisögu mann sem átti fíkjutré gróðursett í víngarði sínum og maðurinn sagði umsjónarmanni garðsins að höggva það upp vegna þess að það bæri ekki ávöxt. Inntakið í sögunni ekki að fíkjutréð sé verra tré heldur en vínviðurinn, heldur það að það bar ekki ávöxt. Nú berað fíkjutré og vínviður ekki sömu ávexti. Svo hvað táknar þetta myndmál? Við heyrðum áðan að vínviðurinn táknar fólk Guðs og því getum við dregið þá ályktun að fíkjutréð tákni þá sem hafa ekki enn tekið við orði Guðs. Þeir geta verið falleg tré en bera ekki ávöxt fyrir Guðs ríki. Og það var einmitt fíkjutré sem visnaði þegar Jesús formælti því. Þá segir Jesús einnig dæmisöguna vondu vínyrkjana og má segja að sú saga sé framhald sögunar sem ég las fyrst úr Gamla testamentinu, þar sem Guð plantaði vínviðnum, hlóð garð hverfis gróf fyrir vínþröng og reisti törn og lét síðan ráðsmönnum sínum eftir að hugsa og hlúa að vínviðnum svo garðurinn bæri ávöxt. En ráðsmennirnir stóðu sig ekki og vínviðurinn bar ekki ávöxt. Þá ákvað Guð að senda þjóna sína, það spámennina, með boðskap til ráðsmannana, en þeir tóku þjóna Guðs, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Guð sendi aðra og í þetta sinn enn fleiri, en þeir fengu sömu örlög. Að lokum sendi Guð son sinn og hélt að ráðsmennirnir myndu virða hann, en þeir köstuðu honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Þarna má segja að garðurinn hafi þegar verið komin í órækt og illgresið hafi tekið yfirhöndina.
Gyðingar þekktu vel þessa samlíkingu með víngarðinn þegar Jesús sagði þeim söguna. En þeir voru blindir á ástandið í eigin trúfélagi. Í Guðspjalli dagsins notar Jesús sömu myndlíkingu þegar hann segir lærisveinunum að hann sé hinn sanni vínviður. Hann er ekki heill víngarður, heldur eitt tré. Og við erum ekki stök tré í garðinum, heldur greinarnar. Þarna hefur orðið breyting á. Í stað þess að vínviðurinn sé í umsjá ráðsmanns í vernduðum garði, þá erum við samvaxin þessu eina tré. Já, Guð sagði frá upphafi að hann vilji eiga náið samband við okkur og hann líkir því við að við séum grein á honum og þiggjum næringu frá honum, því að aðeins þannig getum við borið ávöxt. Sem lærisveinar erum við framlenging handa hans og stöðugt bætist við greinarnar. Þeir sem hafa ræktað vínvið vita að það er nauðsynlegt að sniðla greinarnar, skera af þjófana sem stela næringunni frá greinunum og rýra ávextina eða taka alla næringu þannig að það verði engir ávextir. Grein sem ber ekki ávöxt táknar einstakling sem er komin langt frá Guði. Það er kannski harður boðskapur en Guð ráðleggur sínur fólki að sniðla greinarnar, forðast það sem tekur kraftinn frá þeim og einbeita sér að því að bera ávöxt fyrir Guðs ríki. Páll þekkti þessa mótstöðu. Hann skrifaði í 2. Korinthubréfi: Á allar hliðar er ég aðþrengdur en læt þó ekki bugast. Ég er efablandinn en örvænti þó ekki, ofsóttur en þó ekki yfirgefinn, felldur til jarðar en tortímist þó ekki. Og Páll hélt ótrauður áfram að berjast trúarinnar góðu baráttu. Kristur tók það sérstaklega fram að við eigum að bera ávöxt, það er, eins og segir í upphafsbæn kirkjunnar, við eigum að taka framförum í kristilegu hugafari og líferni. Við þurfum að sníða af okkar grein allt sem leiðir okkur frá kristinni kenningu. Sníða af þjófana sem ræna okkur næringunni frá stofninum, uppsprettu lífsins, svo að við berum ávöxt og séum í Kristi og Kristur í okkur. Menn áttu erfitt með að skilja þessa merkingu að vera í Kristi og hann í okkur og töluðu leyndardóma trúarinnar. Í síðustu kvöldmáltíðinni tók Jesús brauðið, það er, hann tók eitt brauð og skipti því niður og hann hellti í einn bikar sem lærisveinar hans átt að skipta á milli sín. Tákmyndin er að næring trúarinnar á aðeins eina uppsprettu og sú uppspretta er í hinum eina sanna vínviði. Já, þema dagsins er vegurinn til lífsins og okkar Herra er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Orðið, boðskapurinn er næringin sem gefur okkur vöxt sem leiðir af sér ávöxt. Kirkjan er samfélagið sem þjappar okkur saman og sá staður sem á að skapa einingu og frið, en það hefur ekki alltaf tekist. Því allt og oft í nafni friðar og umburðarlyndis hafa þjófar fengið að vaxa of lengi og óáreittir á greinun og eru farnir að skemma út frá sér. Þögnin og umburðarlyndi sem átti að skapa frið og einingu skapar þá í raun ófrið og óeiningu. Jesús sagði: Ég er hinn sanni vínviður, frá honum kemur næringin sem okkur er nauðsynleg til að viðhalda trúnni í hjartanu og heldur okkur á veginum til lífsins.
Það er oft erfiðara en sýnist, því þjófarnir sem vilja vaxa á okkar grein vilja taka alla athygli og leiða okkur burt. En þetta er það sem ykkur ber að gera, segir Drottinn. Segið sannleikann hver við annan og fellið dóma af sanngirni og velvilja. Enginn ykkar ætli öðrum illt í hjarta sínu og fellið ykkur ekki við meinsæri. Allt slíkt hata ég, segir Drottinn. Að segja sannleikann án þess að fella dóma er að ræða málin af réttvísi, sanngirni og heiðarleika. Því þannig fyrirmyndir vill Guð að við séum og það er líklegra til að skapa einingu, frið og vöxt í söfnuði Guðs. Guðs sem er hinn umvefjandi kærleikur alls. Sannleikur, sanngirni, velvilji og kærleikur eru ávextir trúarinnar sem Guð vill sjá. Hann vill leiða okkur réttan veg og hann notar myndmál sem höfðar til mannlegra þátta og fyllir okkur öryggi. Við þiggjum brauð lífsins, drekkum af lífsins lind, ljós heimsins vísar rétta veginn og við höfum hirði sem er umhugað okkur. Verum í honum og þá verður hann í okkur. Hugsum að halda greininni okkar hreinni. Göngum á Guðs vegum. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.